Já, sko, þá hérna, við erum búin að tala öll kerfin, himnaríki til heilmikist, þjónustulíkanið, erum að vinna í því, leiðin til velgengni, raunþarfirnar 9 og svæði ráðgjafa, hann heldur sig hér, gerir sín verk hér. Nú hann þarf að tala við skjólstæðing, þá mætast þeir hér. Og það sama á við með skjólstæðinginn, hann er hér, ef hann þarf að tala við ráðgjafann, þá fer hann hérna. Hann má ekki fara öll leið upp og ráðgjafinn má ekki fara öll leið niður, og því þá er hann bara að taka ábyrgð af skjólstæðingnum. Svona, ég mun endurtaka eitthvað og hann fer hratt yfir svona til þess að reyna að kitta í hérna sprungurnar ef það skyldu vera. Svæði ráðgjafans, það er sem sagt móttakan, fyrsta snerting, þar sem öryggi og traust er byggt upp. Og svo námskeið, fræðsla, svartími, hópvinnur, grunnþjálfun. Þjónusta, hagnýtar lausnir, stuðningur, aðgerðir. Ráðgjöf, einstaklingsvinna, speglun, leiðsögn og markviss einhjörn. Þetta eru tæki sem ráðgjafinn hefur til að styðja skjólstækin. Og hérna mynda húsið utan starfsemina. En ég ætla að tala sem sagt á hverju þetta stendur. Svæði ráðgjafans sem er 3 meginhlutverk. Það þarf að skapa traust og öryggi frá helvíti til himnaríkis. Það er grunnstoðin, sökkullinn sem kerfið byggir á. Hugmyndafræðin ber mikla virðingu fyrir hvoru tveggja skjólstæðing og ráðgjafa. Þess vegna er hugmyndafræðin líka hjartað í kerfinu. Gefa verkfæri og leiðsögn og því fylgir rútína og agi, breyttar venjur, vinna með þörfina sína, greina stöðuna, veða sín eigin orku, taka ábyrgð og svo hans. Þetta er allt eitthvað sem mann hjálpa skjólstæðingum að ná tökum á. Svo þarf hann að skapa rými. Því að rými virkar eins og frjósamur jarðvegur. Örlítilli vökun þá gera hlutirnir. Og við erum að vera búin með þetta. Ég ætla að lesa hérna nokkrar glærur bara ef það skildi svona þétta efnið aðeins og hérna og skilningur dýfki. Fyrirmyndir. Af hverju þarf fólk að heyra þetta er hægt? Áður en fólk trúir að breyting sem möguleg þarf það að sjá dæmi, heyra reynslu, skilja kerfið, vita að einhver annar hefur komist úr verri stöðu, svo við útskýrum hvað skuldbreytingar eru, niðurfellingar, gjaldþrot, greiðsludreifingar og hvað annað sem okkur dettur í hug. Það gerist í meðvitund. Þú fær rými til að hægja á, setja orð á stöðuna, sjá mynstrin á þess að dæma sjálfa þig. Margir upplifa létti þegar þeir átta sig á, ég er ekki vandamálið, þetta er í aðstæðunum. Það eitt að sjá stöðuna skýrar skapar oft meiri ró og yfirsýn. Hvernig svæði ráðgjafans tengist svæðinu? Frá svæði ráðgjafans koma upplýsingar þannig að skjólstæðingur fær skýrleika, hann lærir tungumál HH, það skilur þroskaferlið, það lærir hvað hann þarf að gera, það fær stuðning, námskeið og fræðslu, það er undirbúningurinn. Þegar hann fer inn á samvinnusvæðið, þá fer fræið að spíra, það kveiknar lífið sjálft, þá hefst innri vinnan. Þetta er flæða milli tveggja heima. Þetta er síðan að tala með daðrið og þetta, kveikja líf. Þetta er svona grundvallarreglunar. Það er ekki hægt að hoppa yfir þrep. Ótti er merki að við sem að reyna að taka á stórt skref. Það þarf að hægja á og minnka hraðann, minnka verkefnið. Fullnæg þörf er forsenda þess að næsta skref sem hægt að taka það. Árangur er skilgreindur af skjólstæðingi, ekki ráðgjafa.
Það var snilld hvernig hún lýsti þetta mál. Og það er engin markmið sett. Það er engin krafa verkefni. Það er engum lausnir þrýstað fram. Við þurfum að búa til rými þar sem þau geta á sínum hraða fundið kannski vera að vinna með og taka þroska. Við erum svo upptekin af því að segja hann þarf að taka ábyrgð, hann þarf að taka ábyrgð og hann þarf að senda bréfið, hann verður að gera þetta. Og svo þegar við gerum þetta þá erum við ekki að koma til móts við hann út frá því að hann hafi ekki burðargetu til þess að gera þessi verkefni. Og svo þegar hann gerir það ekki, þá fór hann ekki að mæta í næsta einhvern og þá fórum við að hringja í hann, elta hann til þess að fá hann til þess að koma. Þannig að þá erum við orðin eins og lögfræðingarnir eða innheimtumennirnir í hinu dæminu að það versnar bara alltaf staðan, hann uppgötvar að sér okkur ekki sem vinveittan vin heldur bara eitthvað sem ætlar að þrýsta honum áfram. Þannig að hann þá finnst okkur við ekki vera að standa okkur og dettum við meðverðina og fyrir að elta manninn og svo framvegis. Þetta má ekki. Og þetta er það sem við þurfum að, þess vegna er ég með þetta svona þrískipt. Við erum með svæði ráðgjafa. Og ráðgjafarnir þurfum að koma saman og ákveða reglurnar. Við eltum ekki, við förum ekki að setja mann sem er ekki með burðargetu í verkefni og fara svo í meðvirkni og elta niður á svæði skjólstæðisins. Við þurfum að setja okkur reglur það hvernig við gerum svona. Við þurfum að muna það að við ætlum að vera til staðar fyrir viðkomandi. Þannig að við segjum, þú mátt koma hérna á þessum tíma og ég skal sitja með þér og við gerum þetta. Þá ertu til staðar, þá ertu ekki að elta honum eða vera meðvirkur. Það ræður hvort hann kemur, það eru kannski fleiri möguleikar á að koma, en þú ert ekki að senda hann í verkefni sem hann ræður ekki við, þú ert að bjóða honum að gera þetta með honum. Þá er allt í lagi. Þannig að þrískipt, það er eitthvað sem við erum að gera hér en við erum ekki að fara niður á svæði skjólstæðisins og skjólstæðingurinn á ekki að koma eitthvað upp á svæði. Það er bara með þess að samvinnu svæði þarna á milli. En hvað ef það svæðið er veikt? Ef eitthvað er óskýrt, ef skjólstæðingurinn finnur ekki öryggi, ef hann veit ekki hvað hann er í ferlinu og þá fyrir svona að hægja á og þetta stoppar. Báðir aðilar gefast eitthvað með upp. Þannig að ráðgjafinn þarf að vera skýr, hlýr, faglegur, stöðugur, rammasterkur, en ekki yfirgnæfandi. Þetta er svona, já, þetta er list. Já, og næsta glæði. Skoða hvernig þetta virkar fyrir fólk sem er í óreiðu og fær úrræði meðvitund. En ef við værum að fara í eitthvað annað úrræði, þá myndi þetta sjálfu sér virka eins. Þótt að áfanginn sé annar og verkefni sé önnur. Aukist. Við erum búin að skilja að við þurfum að draga saman og það eru komin allt aðrar áherslur og við þess vegna flytjumst við þrep og vinnum bara eins með nýja stöðu. Við erum komin upp í jafnvægi og það var það sem við ætluðum okkur og komumst úr skuldum í jafnvægi. En núna þurfum við bara að læra að fara með jafnvægi, við erum komið fulla burðargetu og en önnur verkefni að fást við. Já, þá held ég þetta sé komið.